stemning hér strax. Ósvikin stemning, svoleiðis að meira segja ekki bara áhorfendur sem að blístra heldur líka kerfið okkar og allt í góðu með það. Þetta bein útsending á líðandi stund og við njótum hennar. En ég sé furðulega menn vera að sniglast hér eins og ég sé eitthvað að villast og við langar til þess að biðja einn þeirra að koma hér upp. Þeir eru undarlega klæddir þessi menn og ég vil fá þennan sem hefur sniglast hér mest til þess að koma upp. Ég var einmitt að spyrja hvað það héti, Siggi Gúmm. Siggi Gúmm. Já, hvað ertu það? Nú ertu þarna komin. Hvaða klæðnaður þetta? Óvanur að vera í þessu. Óvanur að vera í þessu? Já, nú... Ég meina svona þáttum, skiljum. Í svona þáttum, já. Segðu mér Siggi Gúmm, heitirðu Siggi Gúmm? Já, ég heiti það eiginlega, sko. Ég er eini maðurinn á Íslandi sem hefur löglegt leyfi til að gefa út gúmmítékka og gera það óspart. Þetta er svona viðurnefni? Já, sjálfsögðu, sko. Já, hvað heitir í raun og veru? Ég heiti Sigurður Guðmundsson, en Siggi Gúmm, það er viðurnefnið og það þekkir mig enginn undir nefninu nema Siggi Gúmm. Já, það er alveg. Það svipað og það er einn maður hérna sem vinnur í bankanum, hann heitir Steini, Aðalsteinn Sigurjónsson, en hann er kallaður Steini Stóri og ef það er hringt úr Reykjavík sagt að er Aðalsteinn Sigurjónsson við. Nei, hann vinnur ekki í banka, en Steini Stóri, já, byrju augnablik, hann er hérna. Er þetta allt svona í Vestmannaeyjum? Þetta er allt svona í Vestmannaeyjum. Já, en af hverju eru þið þessum klæðnaði hérna? Já, þetta er nú bara svona daglegu klæðnaður, sko, það er... Já, það er nýtt þessu venju. Já. Við Vestmannaeyingar gangi svona yfirleitt? Já. Nema við hátíðleg tækifæri? Já, þá förum við lopapeysur og annars og við... Já. Siggi Gúmm, ert þú ekki hérna einn aðalfulltrúi Hrekkjalómafélagsins? Já, sko, það áttu eiginlega annar að koma hérna í kvöld. Já. Ljósmyndar okkar, Hrekkjalóma. Já. En það er svo skakt á honum nefið, hann gæti ekki sitið í þessum prófíl. Svoleiðis að ég var næstu kosturinn, að því ég var búinn að hylja á mér andlit og sér svo lítið að því, þá var ég fenginn upp, sko. En eru þið að halda einhvern fund hérna? Hvernig stendur þið svona margir hérna? Fund? Já. Það er alltaf fundur hjá okkur einu sinni í viku og yfirleitt mætir enginn. Já. Það er sko hrekkur. Já. Já, þessi félög okkar Hrekkjalómar og Hildibrandur, þetta eru fræg félög, en gerir Hrekkjalómafélag ekkert annað heldur en hvað gerir þið? Ekkert annað en ekki? Jú, við erum ýmislegt á okkar stefnuskrá. Er það? Það var nú að fara að taka fyrir lífeyrissjóðsmáli hjá okkur núna til dæmis. Og svo er aðalfundur hjá okkur núna næstkomandi laugardag og þá á að taka fyrir heimkomun okkar eða hvernig eiginkonur tók á mót okkur eftir við komum frá Bryndísi þarna daginn. Já. Það var agalegt maður. Var það agalegt? Já, þið áttu ekki að vera þessu tíma sólarhringsins að þessu? Nei, það er nefnilega það, sko. Já. En ég veit að þetta verður okkur fyrirgefið þegar við erum búin að, náttúrulega ég vísu menn kom með blóm og aðri með myndir og svona laga þeim með sér til þess að blíðka mannskapinn og þetta er nú alltaf fallið ljúfanlega aftur. Já, nú ertu ennþá meira Siggi Gúmm eftir og ég afþyndir þessar spýtur með gúmminu hérna. Já, enga þátt í því. Þú enga þátt í því. En að lokum hérna, ég ætla nú ekki að tefja þig mikið hérna, segðu mér allir að hrekkja okkur hérna eitthvað í kvöld? Ég á nú ekki vona því því að við erum nú ekki mikið fyrir að hrekkja fólk. En segðu mér, er það satt að sé alþingismaður í félaginu? Jú, það er satt. Hvernig? Það var aldrei sérstætt hvernig hann komst í félagið. Já, já. Hann á nú einhvern frækilegsta boxhanska sem fundið hefur upp fyrir eða síðar. Já, svona með sjálfvirkur sleppibúnaði. Akkurat. En það var þannig að við tókum hann eiginlega í félagið út á það að fyrir mörgum árum þegar hann var ungur þá gekk hann í skóla hérna í Vestmannaeyjum, barnaskóla og síðan í gagnfræðaskóla og hann átti þannig forvitið að honum var gefinn hvolpur og þessi hvolpur var svo vel gefinn að hann fekk að fara með honum í tímann og hann fekk að sitja inn í tímann. Og svona gekk þetta í barnaskólanum og áfram upp í gagnfræðaskólan og svo skildu leiðið þegar hundur fór í stúdentsprófið, sko. Jæja, Siggi Gúmm, ég þakka þér kærlega fyrir spjallið og ég vona að ykkur gangi vel í ykkur fundarstörfi hérna.